Góðan daginn öll. Í dag ætlum við að fjalla bænalíf hins trúaða og ég ætla að vera með smá formúla áður en við förum lengra inn í bænina. En bænalífið er hryggjarstykkið í okkar trúargöngu og einnig það dýrmætasta sem við eigum. Og Guð þráir persónulegt samfélag við alla menn og við þekkjum versið í Biblíunni því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og á öðrum stað í Biblíunni segir að Guð þráir persónulegt samfélag við alla jarðarbúa. Og hann lagði allt í sölurnar til þess að ná þeim árangri. En við höfum auðvitað frítt val, við getum valið hvort við viljum eða ekki. Í Gamla testamentinu þá var þessi möguleiki ekki til staðar. Og í Hebreabréfinu 11. kafla og 13. versi, þá er verið að tala trúarkempur eins og Abraham, Móse, Elía og fullt af trúarkempum sem að opnuðu sjóinn eða vötnin og eldstólpinn birtist og það voru ótrúleg kraftaverk, svona ytri kraftaverk sem áttu sér stað. En allir þessi spámenn og miklir guðsmenn sem þarna voru, þó þeir vissu að Guð væri til og trúðu á hann þá sáu þeir fyrirheitin í fjarlægð. Og það segir en allir þessi menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirheitin. Þeir sáu þau álengdar og þeir fögnuðu, en þó allir þessir menn fengi góðan vitnisburð fyrir trú sína, þá hlutuðu þeir eigi fyrirheitið. Því að í Edengarðinum þá var það þannig þegar Guð skapaði Adam og Evu, þá talaði hann bara beint við þau. Og það var bara beint samfélag. Þetta var innramið Adam og Evu. Þannig að það þurfti engin ytri tákn. En svo þegar maðurinn braut gegn Guði, þá rofnaði þetta samfélag og gerði mannin það að hann gat ekki átt þetta beina samfélag við Guð. Hann var týndur og náttúran fór að bera þess eðlis og öll sköpunin fór að bera þess eðlis að hún var sem sagt fallin og áætlun Guð sem endurreis mannsins aftur í gegnum Jesú Krist. Og þannig í Gamla testamentinu, þegar menn voru að biðja, þá trúðu þeir á Guð. En þeir áttu ekki þetta innra samfélag eins og við eigum í dag. Þeir urðu að ganga bara fram í trú og stundum liðu kannski 10, 20, 30 ár og þeir heyrðu ekki frá Guði. Svo þegar þeir voru með Móse, það voru svona tímabil, þá birtist kannski eldstólpi og hann var með þeim í mörg ár í eyðimörkinni og það var náttúrulega ótrúlegt kraftaverk að sjá eldstólpa sem þeir gátu fyllt á, það var kannski 2 milljónir manna og þeir fylgdu eldstólpunum eftir í eyðimörkinni og á daginn breyttist þetta í skýjastólpa og tala þegar þeir voru að fara út úr Egyptalandi þegar þeir farið gegnum Rauðahafið, þá opnast Rauðahafið og það er svona sirka 400 metrar veggur beggja vegna, hugsa ykkur kraftaverkið. Svo koma þeir yfir hinum megin og þeir heyra kannski ekkert í Guði. Lögmálið er gefið, þannig að þeir eiga ekki þetta persónulega samfélag. Þeir brjóta af sér, þeir vita þeir eru syndir og svo kemur lögmálið og þeir vita það að einu svona ári, eins og við erum búin að tala þá fáið fyrirgefningu synda sinna þegar æðstipresturinn fór í gegnum tjaldið. Og þannig að bænalíf þeirra sem voru í Gamla testamentinu er allt annars eðlis heldur en þeirra sem eru í Nýja testamentinu. Og þeir sem horfðu fram á þennan tíma að einn dag myndi Guð koma og dvelja innra með okkur. Það var ekki þeirra tími, hann var ekki kominn, en þeir sáu þennan tíma að myndi koma og þeir glöddust yfir þessum tíma. Og bara eitt sem ég var að lesa því við töluðum síðast dálítið mikið fortjaldið sem þið sjáu hérna, að þetta er fortjaldið sem var í musterinu og það var 30 metra hátt, það var 15 metra breitt og það var 10 sentimetra þykkt. Og hér voru mjög skrautlegt og fallegt, voru englar hérna og þarna gekk einu sinni á ári bara einn maður. Þannig að þetta var tómt allan tíman. Það mátti bara einu sinni á ári koma æðstupresturinn inn og það fórnaði fyrir syndir líðsins og gerði það að verkum að þegar hann kom út aftur að lífinu fagnaði gríðilega áttu 1 ár framundan. Það sem að syndir voru fyrirgefnar og það sem að naktir Guðs voru með þeim og velvilji í baki en þeir heyrðu ekkert í Guði. Þannig sé eins og við heyrum innra með okkur. Stundum fenguður sýnir, drauma, það voru spámenn sem töluðu fyrir hönd mannkyns eða hópana og töluðu gerum þetta, ekki gera þetta og líðurinn svona hlustað á en hann var ekki að reikna með innra tali Guðs innra með sér.
þegar Kristur er á krossinum og jarðskjálfti verður og það er myrkur alla jörð frá klukkan 3 að degi til, kemur bara myrkur alla jörð og þá rifnar fortjaldið frá toppi alveg hingað niður og það bara opnast upp. Og í venjulegum jarðskjálfta þá myndi það í versta falli bara detta niður, það rifnar ekki 10 cm þykkt tjald þar sem það tók Ísraelsmenn einhver ár að búa til sauma og það tók það 300 prestar sem voru við vinnu þegar það var sett upp á sínum tíma. Þetta eru mörg tonn, en þetta sem rifnaði algjörlega, opnaði leiðina upp, þannig að nú, og síðan þetta gerðist, þá hefur tjaldið ekki verið byggt aftur eins og það núna, eins og það var, skulum við segja. Þannig að núna er leiðin opin greið öllum inn í hið allra helgasta, þar sem að ég og þú getum átt samfélag. Og við erum að fara inn í þennan leiðangur núna og svona til að undirstrika það, þá er kristindómurinn ekki trúarbrögð í þeim skilningi sem að venjulega er haldið fram. Heldur er kristindómurinn fyrst og fremst fjölskylda. Og það er mjög mikilvægt að við skiljum þetta, að við endurfæðumst fyrir verk Jesú Krist á krossinum inn í þetta yndislega samfélag við Drottinn. Og ég man bara eftir því þegar ég frelsaði sjálfur, þá var ég 17 ára gamall, var skiptinn í Bandaríkjunum og var trúaður upp að vissu marki. Ég átti mína barnatrú sem var gríðarlega gott veganesti fyrir mig því að ég var alltaf svona með virðingu fyrir himninum. Ef einhver vildi tala illa Guð eða eitthvað svona þá, ég var ekki í því liði. En ég átti ekki svona beint neitt samfélag við hann. Ég bað stundum faðirvorið og við bræðum tveir gerðum það sama sem voru næstir í aldri hvor við annan. Og þegar ég var einn þarna sem skiptinemi þá bað ég stundum bænir og amma gaf mér Biblíu til að fara með mér. Og ég gleymi ekki, ég ætla að lesa Biblíuna. Og ég byrjaði á fyrstu blaðsíðunum og ég man ekki hvað ég komst langt inn, en ég bara, nei, ég er ekki að fara að lesa þetta. Svo hélt ég bara áfram og svo var það einn dag sem ég er á leið í skólan, í gulri skólarútu og ég var vanur því að krakkarnir kæmu og settust við hliðina á mér og vildi spjalla við mig Ísland og allt mögulegt og það var 3000 manna skóli og þannig að einn daginn þá kemur strákur og sest við hliðina á mér og hann fer að spyrja mig hvort ég sé trúaður. Og ég alveg, já, ég trúaður, ég er lúterstrúaður og þekkirðu Guð, sagði hann. Og mér finnst það rosa óþægilegt. Fólk í kringum mig og hann með litla svona svarta bók og ég hafði tekið eftir honum, hann var ljósarður, mjög svona, skandinavískur í útliti og svo fór hann að spyrja mig hvort ég heyrði í Guði og ég alveg, mér líður stundum betur og færðu bænasvör og upplifur hann. Og þetta endaði með því þegar við vorum komnir út úr rútunni við skólan að ég var rosalega svona dálítið feginn að losna við þetta. Hann vildi biðja með mér og við fórum eitthvað aðeins á bakvið og ég hafði svona bara gott hjarta og leiði honum að biðja fyrir mér. Og svo var þessum kafla svona dálítið lokið. En þetta sett í mig svona eitthvað bara, er Guð virkilega til? Ég hafði haft svona, jú, trúður svona aðeins á hann, en ég átti ekkert svona persónulegt samfélag við hann. Svo liðu svona 3 vikur og ég var svona bara að velta þessu fyrir mig fram og tilbaka. Ég var ekki inn í rugli og bara gekk vel í skóla og íþróttum og þar fram til götum átti þarna búin að eignast góða vini en þetta lét mig ekki í friði. Þannig endaði með því að eina kvöldstund þá var ég upp í rúmi og ég sagði bara góðu Guð, ef þú ert til þá komdu inn í hjarta mitt, fyrirgefðu mínar syndir og leyfðu mér að upplifa það. Ég alveg þráði að upplifa það. Og ég bað þessa bæn, ég man ekki hvort það var 2 eða 3 og í 3. skiptið, hurðin á svefnherberginu var svona aðeins í hálfa gátt opin, þá bara upplifi ég, það kemur einhver inn. Og ég lít eldsnöggt á hurðinni og sé ekki neitt, en leið og ég horfi og er í miðri setningu, þá kemur bara svona straumur inn í mig. Og bara inn í mig allan og ég bara skil ekki hvað er í gangi, fyrir í hendurnar á mér og fæturnar og ég veit ekki hvað þetta var lengi, en þegar þessu svona lindi þá lyfti ég upp höndum bara á bakinu og það bara takk Guð, takk Guð, takk Guð. Ég var alveg bara frá mér numinn sko. Svo í skólanum daginn eftir þá var eins og var búið að kveikja á peru. Þú veist, ég og hann voru vinir, ég þekkti hann og ég var svona bara, ég var öðruvís í skólanum, ég var alltaf komin í samband og ég alveg þráði að segja einhverjum frá þessu og það gerði svona hægt og rólega. Og svo loksins eignaðist ég góða vini sem voru á sama stað og það uppörvaði mig rosalega mikið.
En það eru svo margir í dag sem að leggja alla áherslu á kenninguna eða verkin. Og þannig eru trúarbrögðin í dag, mest megnis, gerðu gott og þá færðu gott. En fagnaðarerindið er gjöf, fyrst og fremst gjöf. Auðvitað skipta verk okkar miklu máli og kenningin skiptir líka máli, en númer 1, 2 og 3 er að þitt persónlega samfélag við Guð. Og ég minnist þess að María Magdalena, sem var trúlega sú sem var dregin fram í sviðsljósið í musturinu þegar Jesús var að predika snemma morguns, fullt af fólki, og farisæarnir komu með þessa aumingja konu, örugglega hálfnakta, og segja við Jesú, okkur ber að grýta þessa konu, samkvæmt lögmáli Móse. Hvað segir þú? Og þau eru eflaust með steinana tilbúna þarna á þessu augnabliki, en við vitum hvað Jesús sagði, sami puttinn og skrifaði boðorðin 10, er allt í einu mættur þarna líka og skrifar í steinin eitthvað sem við vitum ekki nákvæmlega hvað er. Veitu, hver eru þið að segja mér hvað lögmálið er þegar ég sjálfur skrifaði lögmálið? Og svo segir hann þessi flottu orð, sá að þessi syndlaus er kastið fyrsta steininum, og ég veit ekki hvort að mætti heyra steinana falla, því að stundum voru farisæarnir með sérstakann vasa innan klæða, þar sem voru með steina ef að svona einhver atburður myndi jafnvel eiga sér stað, vera tilbúnir. En allavega þá fóru þeir einn af öðrum og hún er ein eftir, og hann segir við hana, synga þú ekki meir, og hún var síðar einn af hans sterku lærisveinum, María Magdalena, og svo fyrsta sem kemur á gröfinni og fara að sjá Jesú og upplifa hann. Og þegar hún kemur á gröfinni og hún veit að búið á krossfestan, hún trúir því að hann sé látinn og hann sé þarna í gröfinni og hann langar að smyrja hann með einhverjum smislum þarna einhverjum 3 dögum eftir. Það búið að velta steinunum frá og hún er svo yfirkomin að harmi því að hennar einar skjól var Jesú. Ég meina, núna, meðan hann var á lífi, þá þorði enginn að snerta við hana þegar Jesús er búinn að tala, synga ekki meir. Ég ákæri þig ekki. Hún var búinn að fá stöðu réttlátrar konu. En þarna þegar hann er farinn, þá er svona fókildóldi í þessu skjól, þannig að nú getur einhver farið að taka upp stein eða tekið málið upp aftur. Þannig að hann var hennar verndari, og þegar hún kemur þarna gröfinni, þá er steinunum velt frá, og ef hún hefði haft kenninguna í lagi, þessi kona, þá hefði hún vitað að hann var upprisin. En það var engin kenning hjá henni, það var bara ást. Hún bara elskaði þennan Jesú. Þannig að þegar hún kemur á gröfinni, hann farinn, og hún er svo yfirkomin að hryggð, að þegar Jesús mætir henni loksins, fyrst sér hún 2 engla, og það er ekki nóg að hann sjáu 2 engla, sikkurum megin við gröfina, sikkurum megin við altari þar sem Jesús lá, sem er myndu upp á örkina, sem kannski við förum betur í seinna, og þeir spyrja, hvers leita þú? Og hún segir, Jesú, hann er ekki hér, hann er upprisin, en hvar hafið þið lagt hann? Hún er alveg bara, hún skilur þetta ekki. Og svo þegar Jesús stendur við hliðina á henni eða fyrir aftan hana og bankar í bakið á henni og segir, María, hún snýr við og segir, býtu, hvar hafið þið lagt hann? Hún sér ekki einu sinni Jesú, en það er ekki fyrir Jesús segir, María, að þá opnast augu hennar og hún fellur á kné og hann segir, snertu mig ekki, því að þú mátt ekki eiga neitt hlut í mínu verki og enn eftir að fara upp til himinsins. En hún var svo yfirkomin ást, og þannig trúi ég svona bara mjög sterk mynd af því að Jesús þráir meira þetta persónulega heldur endilega kenninguna eða verkin okkar. En ég legg áherslu á það að verk okkar skipta máli, og þegar við vöxum í Kristi Jesú, þá fæðast góðu verk fram. Þá fæðast góðu verkin fram, og þá byrjar kenningin líka að koma svona rétt í kollin á okkur, og María fekk kenninguna þarna í lag, en ástin og kærleikurinn fór á undan. Þannig að það skiptir miklu máli, og þannig að verkin þau geta ekki bjarga fólk í dag. Kenningin bjargar ekki fólk í dag. Það er bara þetta persónulega samfélag við Guð sem bjargar þeir í dag. Ég meina, hvað ég var að segja manninn á krossinum? Jesús er á krossinum. Það eru 2 ranglátri menn sem eru krossfesti sitt hvorum megin honum til handa, og annar þeirra fer að hæða hann, en hinn segir, hví gerir þú þetta? Við erum sekir, hann er saklaus. Og svo segir hann, minnstu mín. Það er eitthvað í honum, ég meina, hann er að fara að deyja, minnstu mín. Og Jesús segir, sannlega segi ég þér, í dag myndu vera með mér í paradís. Þannig að þannig kannski fyrst einstaklingur sem er að frelsast inn í Guðsríkið í Nýja sáttmálum, hver veit. Og svo vitum við það bara, allan heim í dag, þá er ótti og kvíði við dauða og alls konar hlutum. Hvað heldur að séu margir í dag sem á síðustu augnablikjum sem kalla bara, Guð, ef þú ert til, viltu hjálpa mér?
þá grípur hann öll tækifæri, hann fer inn í líf allra, endurfæða og gera það sínum börnum. Það er ekki kenning þar eða góð verk þar. Auðvitað skipta verkin og kenningin máli. Ég bara leggja áherslu á okkar persónulega samfélag við Guð og hvernig Guð þrái það númer 1. Því að þegar það er í lagi, þá fara aðrir hlutir að vaxa fram í lífi okkar. Já, hvað er bæn? Það kannski þarf nú ekki að útskýra það dálítið, en þetta er bara samtal tveggja einstaklinga. Og samtal þýðir að það eru báðir aðilar sem eru að tala eða tjá sig. Og bæn er ekki bara það að fara og vera einn með Guði. Það er miklu meira. Guð er svo stór og mikill og við komum betur að því hvernig hann svona þekkjur okkur inn og út og það segir hérna, hann skilur okkur betur en nokkur annar, já betur en við upplifum okkur sjálf. Og hérna, ég finn verkin í mínu lífi, ég upplifi baráttunni í mínu lífi, ég upplifi krossgöturnar sem ég er á, eða veikindin sem ég er að gangi í gegnum. Ég get sagt þér frá því, ég get sagt mínum maka frá því, ég get sagt mínum besta vin frá því og þeir skilja mig og ég fæ hluttekning og bænir. En Jesús, hann er með mér þarna og hann er með mér í verknum. Hann veit nákvæmlega hvernig mér líður. Hann veit hvað eru mörg hár á höfðu mínu. Þannig að það er svo gott að eiga þannig vin sem ég get bara, og ég þarf ekki endilega að tala það út, hann þekki mínar hugsanir. Þannig að hann er svo náinn, hann er svo persónulegur, þegar andi hans er komin innra með okkur, þá erum við orðin tengd þessari fjölskyldu himinsins og við erum börn hans, börn hins hæsta. Þannig að smátt og smátt þegar við förum að upplifa Jesú meira og meira, þá förum við að upplifa okkur meira sem heimamenn hans. Og ég man eftir konu sem var að predika hérna mikið hjá okkur og kenna, hún hét Helga Sítermannis, hún er farin heim. Og hún sagði við mig einu sinni, Ingi, ég er komin á þann aldur, ég veit ekki hvað maður gömul, hún var háöldruð þegar hún dó og hún á fjölskyldu, maðurinn hennar dó í hernum í síðari heimsstyrjöldinni og hérna, hún sagði, Ingi, ég er á þeim stað í lífinu núna, ég þarf ekki bíl, ég þarf ekki nýjan maka, ég þarf ekki pening, þú veist, það sem heimurinn er að kalla á, ég þrái bara Jesú. Og ég bara þrá að ganga með honum og upplifa það sem hann er að gera. Heimaland mitt er þarna, þetta er allt hverfut. Ég meina, blómin rísað voru og eru fallin að hausti. Hún var bara komin að þennan stað og hún bara, og ég sagði, vá, það eru svo margir ungir metnaðarfullir, pólitíkusar eða eitthvað og er alltaf að gera hitt og þetta en svo flækjast þeir í einhverju sem heitir meiri peningur. Já, þá er ég tilbúin að, eða meira þessu eða meira hinn og þá eru menn tilbúin að stökkva. En Guð er að sýna okkur það að, þú veist, hann er númer 1 og þegar við erum á þeim stað þá svona verður bragðið og tilfinningin, þú veist, að njóta lífsins, hún verður meira þeim megin heldur en í þessum heimi. Hvernig bið ég? Sko það eru, Jesús segir við sína lærisveina sko, þegar þeir segja hvernig kenna oss að biðja, þá segir hann, Faðir vor, þú sem ert á himnum. Og í Gamla testamentinu þá var það bara Guð, og Guð hafði nokkur nöfn. En hérna er þetta orðið mjög persónulegt. Jesús segir Faðir. Og við eigum að biðja þannig. En ég á stundum erfitt með að segja Faðir, ég ger það líka. Og ég nefni hérna nokkur, þegar ég er að biðja með fólki, þá er gjarnan sagt, Drottinn minn, Guð minn, kæri Jesú, heilagur andi, nú bið ég þig. Þrenningin er þarna, heilagur andi, Faðirinn og Sonurinn, skiptir ekki öllu hvernig við biðjum, en Guð vill að þetta sé persónulegt. Þannig að það er líka gott að tala til hans, Faðir minn á himnum, eða sumir segja jafnvel pabbi. Það finnst það rosalega, vá, það segir í Biblíunni, við leit Bessi þarna standa einhvers staðar. Það er Abba Faðir, það er í Rómverjabréfinu 8. kafla. En þegar ég er að biðja, þá er þetta þannig bara mjög gjarnan Drottinn minn, Guð minn, og ég segi líka Faðir minn. Og það er mjög mikilvægt að þegar við erum að biðja að við skiljum það að við erum í þessari fjölskyldu og við erum sko það búið að meðtaka okkur og það skiptir ekki máli hver við erum, hvað við höfum gengið í gegnum, það búið að meðtaka okkur inn í fjölskylduna. Og það er ekki fingur himinsins sem er á okkur að reyna að draga okkur niður, það er allt sem himinn reynir að gera til að hann draga okkur upp. Þú veist, hann elskar okkur, hann lagði allt í sölurnar
og hann ekki að hugsa einhver smáatriði í þínu lífi. Það sem hann þráir að þú upplifir hvað Jesús stór. Og það skiptir máli. Á krossinu sagði Jesús í fyrsta sinn, segir Jesús á krossinu þegar hann komin að því að gefa frá sér anda sinn, og vel að merkja, hann gaf líf sitt, hann dós af því hann vildi deyja fyrir þig og mig. Þannig hann hrópar upp í himinin og segir, hann segir, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Og þannig hann að taka þinn stað sem að segir Guð. Alltaf áður hefur hann sagt faðir minn í öllum bænum sínum og þegar hann tala við lærisveina sína. En nú segir hann Guð minn og svo segir hann verkið fullkomnað og svo lagði hann höfuðið á öxlina og gaf anda sinn í burtu þannig að við mættum öðrast líf. Svo segir hann þegar hann er upprisinn og segir hann við Maríu, far til bræðra minna. Far til, þú veist, þetta eru systkinans núna og segð þeim að ég er upprisinn. Þannig að við erum inn í þessari fjölskyldu og nú er þetta ekki lengur bara Guð, eitthvað svona bara, eitthvað mjög stórt og mikið. Þetta er persóna, þetta er faðir á himnum, drottinn Jesús Kristur. Þetta er persóna, við erum fædd inn í þessa fjölskyldu. Og bara nokkra tegundir bæna í Biblíunni og það eru, ég segi hérna, það er persónulegt bænalíf, það er sambæn, það er fyrirbæn, það er þakkabæn, tungutal, það er marga tegundir, þetta er svona kannski það helsta. Og ég ætla bara svona að fara í nokkur atriði, persónuleg bæn eins og ég sagði á hann, að Jesús segir við sínar lærisveina, það er mikilvægt að loka hurðinni, fara inn og biðja föðurinn sem er í leyndum og faðurinn sem er í leyndum, hann mun svara þér. Þannig að þetta er stór hluti af okkar bænalífi er að vera einn með Guði. Og ég fór að taka saman svona við hvernig ég hef átt mest samskipti gegnum mín ævi. Og ég var fljótur að komast að því að það er hann. Þú veist, hann er með mér í bílnum, ég er að ræða við hann þar, ég er í göngutúrnum, ég er að ræða við hann þar, ég á mína stundu með konunni og börnunum og barnabörnunum og það er svona afmarkaði tími hér og afmarkaði tími þar, en hann er alltaf. Og mér er mjög gott að tala við hann þegar ég er í bílnum, mér er mjög gott að leggjast aftur í sófan og bara hlusta, bara þakka Guði og hlusta, vera með honum. Stór þáttur í mínu persónulega samfélagi Guð er að lesa orðið og það var eitt sem gerist þegar ég frelsaðist. Það var hérna Biblían sem ég hafði lagt á náttborðið og við ekki vilja lesa. Allt í einu bara, hver er þessi Jesús? Þú veist, hann var komin inn í mig og ég bara, Biblían upp, hvað er sagt Jesú? Og þú veist, ég sá að það var Nýja testamentið og þá fór ég að lesa hann. Því að Jesús vill og Guð vill að við sjáum hann í gegnum orðið. Vill líka gefa okkur upplifanir, en hann vill að við sjáum sig í gegnum orðið. Þannig að ég fekk alveg gríðarlegan áhuga á Biblíun og hún hefur ekki farið síðan og alltaf að sjá okkur nýtt. Þannig að hluti af samfélaginu Guð er bara að heyra hann tala, finna friðinn, finna blessunina, finna hann vera mitt á meðal okkar. Og ég hef átt mína döpru stundir og ég man eftir einu sinni hérna upp í Kríunesi búin að gangi mjög erfiða tíma að mér fannst. Og ég var bara svona einn upp í stofu og var svona bara virkilega brotinn og er svona bara að reyna að tala við Guð og stundum er bara erfitt að tala við Guð að manni líður illa eða eitthvað og ég er svona bara í nærveru hans eða reyna að vera, ég er ekkert að reyna að vera í nærveru hans því að hann er alltaf nálægur og allt í einu finn ég bara að það leggst hönd á öxlin á mér hérna megin og ég þori ekki að snúa við. Bara þrýst hérna niður og ég finn bara að það kemur svona straumur og blessunin í allt mitt líf og ég finn bara hvernig áhyggjurnar er að ég sé þetta í allt í öðru ljósi og svo eftir smá stund þá er enginn en það var greinilega einhver sem að yfirnáttúrulega lagði höndina þarna á og ég fekk að upplifa blessun. Einu sinni var það þannig talandi um annan erfiðleika, ég var að byggja hús upp í Logafold, það var fyrsta húsi sem ég var að byggja og það gekk frekar svona vel og ég var svona að gera þetta efnum fram og við áttum ekki kannski peninga fyrir öllu. Svo kom ég að þann stað, ég bara sá fram á það, ég var að stoppa bygginguna og það var mikið reiðarslag fyrir þess að 2 menn sem voru að vinna fyrir mig og bara missa vinnun 1, 2 og 3 og hérna ég bara sá fram á það, ég gat ekki borgað og ég vildi ekki hafa menn í vinnu, ég gat ekki borgað og fór í gegnum svona tímabil. Ég var að keyra við Breiðholtsbrúna, hérna á milli Árbæ og Breiðholts, man ekki alveg á hvoru leiðinni ég var og þá hérna
ég bara að tala við Guð um þetta, bara mér líður illa yfir þessu og ég bara sé enga leið út úr þessu, bara stoppa í þetta allt og við bara sjáum til hvernig málið verði eftir 2 mánuði eða 3 mánuði, svo bara allt í einu finn ég að það kemur svona bara einhver nærvera yfir mig og inn í mér og ég bara verð að taka bílinn út af. Það var áður ég kom á brúnni og ég finn bara tárin streyma niður og það er bara eitthvað að gerast í lífi mínu. Og svo bara smátt og smátt þá bara svona byggst upp eins og trú. Bara ég á að halda þessu áfram, ég á bara að treysta Guði þó að veraldlega séð þetta svona frekar lokað og ómögulegt. Og ég fylltist bara einhverjum svona trúar svona krafti og talaði við þessa félaga mína og þeir voru teknir aftur í vinnu og ég fekk að fá svona einhverjar sendingar sem ég vissi ekki hvaðan kom, einhverjar peningarsendingar og málin bara lystust. En ég var svo lokaður inn í mínu hring að ég sá ekki hlutin. Það er svo gott að vera í samfélagi við hann því að hann hefur alla myndina. Hann sér alveg alla myndina. Og þegar ég kom heim frá Bandaríkjunum sem skiptinni mig, þá þekkti ég enga trúaða. Og talandi um sambæn, þá var þetta þannig að ég leitaði, fór í KFUM, ég fór í þjóðkirkjuna, ég vissi ekki að Hvítasunukirkja væri til, ég bara 17 ára gamall, þannig að mér leið svona, ég var ekki að finna minn neins staðar. Ég fór mér að tala við prestinn minn og hann sagði nú hvernig ég eignast trún og ég man alltaf þetta, hann stóð fyrir fram að spegilinn inn í skrifstofunni sinni og var að greiða sér, var að hlusta á mig og ég alveg mér lá svo mikið á hjarta, hann skildi mig og ég fór úr svona hálf tómhentur. Og svo var ég á einni stund í KFUM og þá var það þannig að það kemur einhver til mín sem er prestur, búinn að vera prestur og í Hallgrímskirkju, mjög flottur einstaklingur, þá bara 5, 6, 7 árum eldri en ég. Býtu, ég hef ekki séð því eitthvað áður, segir hann og byrjar að tala við mig og ég segja hann að mér líði ekki alveg nógu vel, sko, ég er ekki að finna mig. Þá segir hann, heyrðu, ég er sennilega með réttan hóp handa þér. Það er bænahópur í Mosgerðinni. Og ef þú ferð þangað, þá myndu finna örugglega fólk sem getur gengið í takt við. Og hann gaf mér nafn, ég hringdi þangað og þessi maður hét Kristján Þorsteinn Kristjánsen. Og hann tók mig dálítið að sér og fór með mig innan bænahóp og það lifnaði bara yfir mér. Við fórum að biðja saman, ég var ekki bara einn með Guði, ég fór að geta sagt svona mína hlið. Þannig ég fann hvað það skipti gríðarlega miklu máli að vera innan fólk. Og Eiður heitinn Einarsson, sem að sumir kannski mun eftir, hann sagði við mig einu sinni, hann var í þessum hóp, og úr þessum hóp var til hreyfing sem heit ungt fólk með hlutverk og er enn starfandi. Youth with a Mission heitir þetta á alþjóðavísu, en stærsta kristniboðshreyfing í heimi. En þarna upplifði ég minn fyrstu skref líka þegar Eiður segir við mig, heyrðu Ingi, vertu nú með orðið næst. Og ég að tala næst, já, og það voru einhverja 5 mínútur, en þarna byrjaði eitthvað, sko. Og þetta var til þess að við gátum að fara að biðja saman og þetta var svona alveg ný vídd sem opnaðist fyrir mér. Það er nauðsynlegt númer 1 að vera einn með Guði, en það er líka mjög nauðsynlegt að eiga samfélag við aðra. Og við sjáum líka, sko, hvað það skiptir miklu máli að vera með þakklæti í huga. Og ef við lesum aðeins úr Kólussubréfinu og þá segir Páll postuli, hann er að tala við Kólussumenn, við þökkum Guði föður vorum, drottins Jesú, Krist, ávallt við biðjum fyrir þakka, þarna verið að þakka. Því við höfum heyrt trú yðar á Jesú Krist og til kærleika hans sem að þér beri til allra heilagra vegna vona vora sem yður geymd á himnum. Og svo segir hann aðeins lengra, að við biðjum þess að þér mættu fyllast þekkingu á vilja Guðs með allri speki og skilningi, svo að þér hegðuður eins og drottni sambúðu, honum þóknalegt á allan hátt. Og svo segir hann, þakka föðurni sem hefur gjört yður hæfa til að fá hlutdeild í arfleifð heilagra. Þannig að bæði fyrirbæn og þakkarbæn og svona blandað dálítið saman og þegar við erum að biðja okkar persónulega lífi, þá blandast oft allar þessar bænir inn. Ég man einu sinni eftir því þegar Sara mín var mjög mikið veik, bara nýfædd, fyrir 3 mánuði eitthvað svoleiðis og konan hringir í mig og segir bara, ég skil ekki hvað að gera, hún bara grætur og ég fer úr vinninu og við klæðum hann úr öllum fötum og hún liggur í körfunni litlu og hún bara grætur, bara sársauka gráti og við skiljum ekkert í þess að hringi í læknin og hann segir ef þetta heldur svona áfram í 20 mínútur þá það að fara með hann á slys
og hann hélt jafnvel einhverja garnir hefði gengið inn í hvora aðra sem gerir stundum hjá svona unga börnum. Og ég var dálítið svona pirraður út í Guð. Guð, þú veist, ég sonur þinn, við erum börnin þín og sjáðu. Og ég er búinn að biðja og það gerðist ekkert og svo ég dró mig afsíðis í þetta skiptið og fór í annað herbyggi þar sem ég heyrði ekki grátinn og svo ég bara svona slakaði á og bað Guð að fyrirgefa mér hvað ég væri pirraður og allt þetta og svo bara fór ég að þakka Guði fyrir fjölskyldu mína, fyrir hvað hann gerði á krossinum, fyrir lífið sem ég á í honum, þú veist bara fór að þakka honum og smátt þegar ég fór að þakka honum þá svona bara einhvern veginn óx mér trú og svo bara allt í einu fæ ég bara hún er heil. Þannig að ég labbaði inn í herbyggið, lagði puttan á ennið og gráturinn fór bara eins og hendi væri veifað. Bara alveg stórkostleg kraftaverk og það hafði áhrif á mig og konuna bara að sjá þetta kraftaverk. Og öðrum tímum sjáðu það kannski ekki svona skyndilega en í öllum tilfellum þá höfum við trú til að ganga áfram og sjá hlutina gerast. En svo förum við í fyrirbæn og við biðjum fyrir vakningu til dæmis. Nokkur saman og það er kallað fyrirbæn. Við biðjum fyrir vakningu. Ég gleymi ekki þegar Eyjagosið var. Þá gerðist það í Svíþjóð meðal annars, það var hópur fólk sem bara vaknaði upp miðja nótt og Guð bara vakti það upp því að biðja fyrir Vestmannaeyjum og þau vissi ekki af hverju og það var bara hópur af fólki þarna í Svíþjóð og kannski annars það líka sem bara fann það á sér að við höfum að biðja fyrir Vestmannaeyjum. Svo daginn eftir í blöðunum þá las það gosið og það var enginn sem dó, það voru hagstæðir vindar, það var allt sem var í haginn þannig að sem best mátti fara í þessum hræðilegu hamförum. Þannig að Guð sér hvað er að gerast og hann vekur upp í okkur, þú veist, löngun kannski til að biðja fyrir vin okkar, biðja fyrir fjölskyldu okkar eða biðja fyrir einhverjum öðrum og þannig að fyrirbæn er alltaf mikilvæg og það er líka bara hluta af Guðsríkinu. Þegar við biðjum fyrir öðrum þá erum við dálítið að gefa af okkur. Við erum að gefa af okkur og þegar við gefum af okkur þá fáum við blessun í staðinn því að Guð vill að við séum ekki einhver stífla, hann er alltaf að gefa okkur. Að lækurum bara fá að streyma í gegn til annara, kærleikur okkar, blessun okkar og þar fram eftir götum. En bara eitt lítið dæmi sem að þið getur beðið fyrir núna er til dæmis ástandið í Sýrlandi. Það er alveg hræðilegt ástand í Sýrlandi eftir að þeir voru hraktir frá sem þar voru Assad og þeir. Ég er ekki að segja þessi góðu mennir, en alls ekki, en það komið nýtt fólk að og það verið að keyra bara Sýrland bara á hertrykkum og mögulega það bara fólkið dregið úr húsunum eða á kristna trú sem eru bara krossfesti fyrir utan heimilin, það eru grafnar grafir, fólk er hent í grafirnar og bara murkað og fjölskyldufæri láta en móki yfir, það er bara hræðilegi hlutir sem eru að gerast þarna, þannig að okkar bæn skiptir máli, þegar einhver biður hérna frá Íslandi þannig að við mögum alveg snú okkur, þú veist þegar við biðjum í kvöldu og eftir bara Guð viltu vera með þarna og gefa fólki styrk sem er að gangi í gegnum þessar hræðilegu hörmungar. En það geisar svona ofsóknir þarna á höndum margra kristinna manna. Nú ég ætlaði að tala aðeins tungutali, það skiptir miklu máli en það er ekki allir sem eiga þetta tungutal, það gerist þegar við skýrumst í heilugum anda, það fáum við þess að gjöf sem er tungutal og tungutal bara í örstuttu máli, Páll segir ég tala tungum öllum yðar fremur, en frekar vil ég tala 2-3 orð á samkomi sem menn skilja heldur en að vera þar að tala í tungum. Þannig að tungutalið er persónulegt svona englamál sem að Guð gefur okkur og þegar ég er að biðja stundum í fyrirbæn, bara sem dæmi, ég er að biðja fyrir einhverjum sem er sjúkur, ég er búinn að biðja öll þau orð sem að ég kann. En ég finn að það vantar eitthvað upp á, þá held ég áfram í tungum. Þá veit ég að ég er að biðja fyrir hlutum sem að ég kannski sé ekki en Guð sér og hann notar þetta tungumál. Þannig að tungutalið er stór þáttur líka í okkar bænalífi sem við komum aðeins að seinna í fyrirlestrunni hérna. En nú fyrir við svona líða að lokum en vandamál. Og það geta verið vandamál í bænalífinu okkar og stundum er það þannig að þegar við erum byrjað að ganga með Guði þá er að fortíðin, hún kannski mótar okkur að einhverju leyti, okkur finnst við ekki vera nóg, það er einhver fyrirdæming innra fyrir okkur. Guð vill að við skiljum það að burtséð frá öllu sem við erum búin að ganga í gegnum, þá er hann búinn að fyrirgefa, þó við séum ennþá eftir að eiga við hluti í okkar lífi, þannig að persónulegt samfélag við Guð á að geta verið óhindrað til hans. Ef við hins vegar erum á þeim stað að við eigum óuppgert við einhverja einstaklinga, það er einhver sem gerði á hlut okkar
og við fyrirgefum ekki, þá erum við á þeim stað að Guð á mjög erfitt oft, hann vil ná til okkar, en þetta blokkeringu í okkar lífi. Sko, ef þú átt óuppgert við einhvern, kannski getur ekki gert upp við hann, en ef þú bara fyrirgefur honum í þínu lífi, þá færð að upplifa að það stoppar ekki streymi Guðs til þín. En þú getur hindrað það að Guð nái til þín með bænasvör, með frið, með kærleika, með blessun sín inn í lífið þitt. Ef þú ert stífur og stirður og bara, þú veist, ég bara vil hafa hlutin svona og ert eigingjarn eða hvað það er, þá hindrar þetta aðkomu Guðs inn í þitt líf. Og auðmýktir undanfæri virðingar, og sjáum að Jesús hann kom í þjónsmynd, og það lagt svo mikið upp úr þessu í allir ritninguna, við séum gefandi, við séum fyrirgefandi, við séum þetta fólk sem að blessar aðra í kringum okkur, einhver slærði á vinstri hönd, vinstri kinn, átt að bjóða honum hina kinnina, segir Jesús. Þannig að við erum fólk sem er gefandi, og þegar við lokum þessum gáttum sem að kannski Guð vill lækna í lífi okkar, og hann vill gera það, ef það er sár úr fortíðinni, þá vill hann lækna þau. Ef það er óuppfyrirgefið hjarta, þá vill hann lækna það. Hann vill koma þar á þann stað að það sé svona blessun sem streymir frá þér. Þú átt að vera blessaður einstaklingur, þú er búin að kynnast þeim sem er blessaður, sem er búin að sigra alla hluti, konungur konungana, þú ert í fjölskyldunni. Og bara eitt lítið dæmi úr Gamla testamentinu, það var hérna sonur Jónatan sem var blóðbróðir Davíðs. Davíð sigraði Golíant og síðan var hann konungur, og Jónatan var sonur Sál sem var konungur á undan Davíð, og Sál konungur féll áður en Davíð komst að, hann var síðan konungur, og það var þannig að hann var drepinn og líka Jónatan í þessu stríði. Og þeir sem voru ættingjar og aðrir bara flúði í burtu því átt að drepa alla ættmenn, að tíðkaðist svolítið á þessum tíma, það mætti ekki koma afkvæmi, það mætti ekki verða konungur. En allavega, það var ein kona sem að passaði dreng sem heit Mefibósat, og hún hljóp með hann í skyndingu en missir hann, þannig að hann verður lamaður í fótunum. Og svo verður Davíð konungur og árin líða, og hann hafði gert blóðsáttmála við Jónatan sem var dáinn. Og þessi sáttmálinn þýðir það, eins og Einar Gautur fór í, að bara nánast allt sem ég tilheyri, það tilheyri þér, þú tilheyri mér. Og Davíð fer að spyrja við konungsborð, er einhver eftir af ættingjum Jónatans? Og þá kemur í ljós að það Mefibóset, hann er einn af þeim. Og hvar er Mefibóset? Þá helst hann við í einhverjum kofa, bara í fjallslíðum eða einhvers staðar, og vildi ekki láta sjá sig. Og Davíð lætur ná í hann, kemur með hann, og hann er svo sannarlega sonur hans, hann er lami að vísu, hann býður honum hús, að sitja við borð konungsins. Þú veist, hann fekk allt upp í hendurnar, af því hann var sáttmálabarn Davíðs í gegnum Jónatan. Þannig það er alveg saman hvað þú hefur gengið í gegnum, og það eru svo margir sem upplifa sig bara í einhverju skjóli, bara í Reykjavík, bara ég er ómögulegur, ég tilheyri, Guð getur aldrei elskað mig, og þeir eru bara svona í einhverju vorkunn eða hafa gengið og sannarlega sumir í gegnum erfiðleika og bara einhvern veginn bara búin að loka á Guð. Þegar Guð segir, ég er sáttmála Guð til allra manna. Það eina sem þú ert að gera er að opna augun, eyrun og biðja til mín. Þegar þú mælir til mín og biðja til mín, þá kem ég inn og gríp inn í. Og þú far sæti við hliðin á mér, við konungsborðið, og ég mun fæða þig og ég mun blessa þig. Og þannig er það oft í lífi okkar að við látum kannski smæstu hluti trufla okkur í samfélaginu við Guð. Þannig að Guð elskar okkur og hann vill hafa samfélag við okkur, og ég legg bara áherslu á þetta í lokin, að við að lifa fyrirgefandi lífi, við að lifa lífi þar sem að Guð fara að tala inn í okkur. Við að reikna með þennum besta. Guð þráir að áætlun okkar nái fram að ganga, en númer 1 í okkar trúarlífi er mitt persónulega samfélag við drottinn Jesús Krist, konung konungana. Því hann elskar mig, lagði líf sitt í sölurnar fyrir mig, og hann þráir það besta, að ég fá að blómstra þennan tíma sem ég er hérna á jörðinni. Við skulum biðja saman. Drottinn Guð, við þökkum þér fyrir að þú ert konungur konungana, þú lifir í dag. Þú fætt okkur inn í þitt ríki, drottinn, í gegnum Jesú Krist, og við bara biðjum bænina saman. Jesús, komdu inn í mitt hjarta, viltu fyrirgefa mínar syndir. Ég vil meðtaka þig sem persónulegan frelsara
og ég vil ganga með þér. Þú ert konungurinn, í Jesú nafni. Amen. Ef þú biður þessa bæn af hjarta þínu, þá ert þú barn Guðs. Þá byrjar þú að eiga samband og samfélag við hann, finnur þér samfélag og aðra sem eru á svipuðum stað og ferð að vaksa og ferð að upplifa dýrðaríki himinsins hér á jörðu. Amen.